Heyrðu Óskalag frá eitanum Run to the Hills Já, Setta það er að koma vinstirstjórn Er það Nú þarf að hlaupa til fjalla Er það í alvörunni? Já, þetta verður ömulegt Ertu ekki að grínast? Þetta verður ömulegt Ef við erum að staðfesta það núna Er það ekki að djóka? Góð Kæru hlustendur Setta á Run to the Hills Pingjan sem að heilsar Veitu hvað er að gera? Er búið að staðfesta stjórnarmyndun vinstri flokkana? Nei, það er ekki staðfest Nei, ok, ég bara Setta á Run to the Hills Ég panikaði þetta Auðvitað þetta er ekkert að fara að ganga eftir Ekki Ég meina, þessi flokkar eru sammála 3 mál. Ef þau ætla að fara í ríkisstjórnarsamstarf, þá eru þau ekki að breyta neinu. Þá eru þau að gera stöðuna verri. Já. Það sem við köllum eftir er að fá flokka í ríkisstjórn sem eru sammála. Já. Það er breyting sem hefur alltaf verið upp á borðið hjá mér, að minnsta kosti. Sammálaðir. En það virðist ekkert alltaf að breytast núna, svo við sjáum viðskiptaráð daginn. Gaf út líkanið, þar sem þú getur séð bara hversu sammála flokkar eru. Það er engin meira ósammála heldur en C, F og S sko. Já. Það er bara sammála 3 mál held ég. Kæru hlustendur, þið ásakið randið í byrjun Pingjan, heilsar. Sett á Run to the Hills fyrir mig. Bara hann maður geta aðeins sett. Ég trúi þess ekki. Það er því ömulegt. Djúvill það leiðilegt. Má sjá það? Þetta er ekki stef. Er þetta það? Er þetta ekki hann á metin eða? Jú, en ég veit hvað lag þú ert að tala um, en þetta er held ég ekki. Jú, þetta er góða. Já, þeir eru það, kæru hlustendur. Það er bara Embrace yourself. Já. Ég meina, þú veist, ég gæti alveg fyrir mér. Já, við að leggja niður fjármálaráðuneytið, það heitir skattamálaráðuneytið. Eina misery. Fyrir mér, þú veist, ég myndi alveg umbera þessa stjórn ef hún væri fjandinn hafið það sammála hluti. Þetta verður bara sama fíaskóið, held ég. Við erum fjármálahlaðvarp, við erum ekki stjórnmálahlaðvarp og ætlum að reyna að halda því í lágmarki hérna. Höfum gert það. Kæru hlustendur, sko, hvað erum við með í dag? Allt og mikið, sko. Við erum ansi mikið í dag, sko. Þessi þáttur heitir bara aðdáendur. Hvað segirðu? Bara aðdáendur. Bara aðdáendur? Já. Viltu skýna það? Segir það sig ekki sjálft. Hver í þessu stúdíu með 8 OnlyFans akkánta? OnlyFans, bara aðdáendur. Ég er með skemmtilegt. Breakdown á fucking OnlyFans, sögu þess, stofnendana. Frábært. Hvert er að koma, hvaðan er að fara. Skemmtilegt, jú. Hvaðan er að fara og hvert er að koma. Inga Sælanda hlaupandi á eftir liði. Herðu, við erum með Frítekjumann! Við erum með allan fjandann í dag eins og ég segi og við erum líka með samstarfsaðila og ég vil byrja því að nefna félag lykilmanna. Þau eru að tala um þetta svo kallega 360 gráðu afkomuöryggi og sko, þetta er þvílík snilld vegna þess að ég er svona maður, ég nenni ekki að vera að kaupa með gleru eða leigja sumarbústað eða eitthvað í stéttarfélaginu. Þannig að í staðinn að fyrir ég félag lykilmanna. Þú nennir ekki að niðurgreiða gleraugnastyrk fyrir næsta mann. Nei, þú veist, og sko, það er ekki nema 0,05% af launum sem eru dregin af þér og innifallið því er launatrygging, líftrygging, slysa, örorkutrygging, sjúkdómatrygging, barnasjúkdómatrygging, þetta er bara allir fjandinn, sko. Þetta er bara góðgæti súpa. Þetta er bara góðgæti súpa. Fyrir einhleypa, verktaka, nei, einyrkja segi, einhleypa. Akkur ekki einhleypa líka? Já, þetta er gott. En við hvetjum alla til að kynna sér félag lykilmanna strax í dag. Yngvi, við höfum talað um það að láta ekki bukta þau og beygja. Veistu í hverja boðið það er? Teygja. Það er boðið Teygja. Já. Það er bara fast gjald, góð þjónusta. Rosaleg þjónusta. Pósar og kassakerfi, skiptir ekki máli. Það er bara uppgjör næsta virka dag. Og peningurinn kemur strax inn. Grjót haldur svo kjafti. Kemur strax inn. Það er mjög mikilvægt, sérstaklega svona í jólavertíðinni. Það er þetta fullan. Gengi að vera að segja fólki að halda kjafti, það er þegja. Skráð sig í Teygja. Þeir eru hollast að þegja. Já, þeir eru hollast að þegja, skráð í Teygja. Hvernig fólk sem er að fara á stað með sölu og eitthvað svona jólin, tjekkja á Teygja. Herru, svo er það vetralegan hjá Go Car Rental. Hún er búin að vera auðvitað í fullu svingi. Þetta er ansi ódýr kostur. Og svo er það auðvitað fyrirtækin líka að vera með bíla á leigu frekar ekki vera að kaupa bíla á fyrirtækin, það er bara rugl. Við viljum ekki hafa þetta á efnahagsreikningnum, við viljum fá þetta inn í rekstrarreikningin. Ég myndi líka heyri þeim eða þú ert með einhverja kúnna sem er að koma utan á hana dældu þeim í Go Car Rental.
bara þú ert að fá einhverjum svona verktaka eða byrgja eða eitthvað andstöðan á utan GoCarRental GoLeiga.is ekki gleyma hlunindunum samt sem áður þið fáið 10.000 króna afslátt á fyrsta mánuði með því að skrifa pingjan í athugasemd þökkum þeim fyrir kærlega ég vil svo benda á, ég vil koma Jómfrúnni að líka því að Jómfrúin náttúrulega nú hátíð ljós og friðar að þetta í gang ég vil benda fólki á að þið geti náð glöfum inn á milli í gegnum síðuna Þetta reyndar hátíð síldar og vítis Hákavítis Hjá Jómfrúnni þá þetta hátíð síldar og vítis það rétt En ég vil bara svona góðfúslega benda fólki á það að það ennþá möguleiki á að ná því að fólk að afbóka og það yfirleitt farið á nokkrum myndum sko Alls konar pestir að ganga þannig að verið bara Ég myndi lörka Tjekkja á Jómfrúnni og njóti vel þeir sem eru með borð nú þegar þökkum þeim sömuleiðis fyrir samstarfið Talandi að lörka ætlið að verði hægt að vera hérna þú veist, hvernig ætlið að útfærða með tómthússkattin ætlið þú getið boðið fram til að fara að kíkja inn og glugga hjá fólki eða Við eigum ennþá eftir að komast að því hvernig þetta verður hérna Þú veist, maður þekki nokkur sem eru svona natural lurkers Þú ert svolítið á netinu en þú veist, maður er alveg bara mann eftir Sumir sem lág á gluggum hér og þar einmitt Verður fróðlegt að sjá Loksins komið starfskrein fyrir lurkers eða kemur vinststjórn að fara að spá í tómthússkatti Það verður ótrúlegt að sjá hvernig við ætla að útfæra þetta Herðu, sko, mér langar svona að byrja í dag kannski á því allra sögulegasta Bitcoin rauf hérna $100,000 múrin í gærmorgun Ótrúlegt Hver hefði trúið því? Ég er búin að vera að sjá svo takk Ég er búin að vera að sjá svo mikið að myndböndum á fólki segja að þetta fer aldrei í 10.000, þetta fer aldrei í 50.000, þetta fer aldrei í 100.000. Hvað er að gerast hérna? Skilur, við vitum að þetta Trump hét því bara í kosningabaráttunni að gera Bandaríkin að svona höfuðstöðum heimsins í ráðvitum. Þú veist, þetta það að hafa áhrif, sko. Og já, þú veist þetta, en svo þetta náttúrulega, þetta fylgir alltaf þessum 4 ára cycle, sko. Já. Eins og talaður 2001 var hérna En ekki að nýjast í þessu að hann var að hérna hvað heitir þetta, SEC eða eitthvað hann var að setja nýjan hérna direktor sem crypto-friendly var það ekki það sem að meðal annars sko þú veist það í rauninni bara stemming þú veist og Bandaríkin þetta bara efnahagsmiðstöð heimsins sko að einhverju leiti og þannig að ef þetta fær fram að ganga í Bandaríkjunum þá mun þetta dreifa sér þú veist ansi víða bara eins og patta Nei, ég meina ég stiði þetta alveg, ég sé ekki alveg hvernig en ég trúi því samt að þetta muni, þú veist, vera alls ráðandi á einhverjum tímapunkti í framtíðinni, hvort það verði í okkar líftíð eða ekki skal ekki segja til en sko, eins og ég sagði þetta fylgir alltaf þessum 4 ára cycle 2020 og 2021 sáum við náttúrulega brjálaðan uppgang á Bitcoin og rafmyndum almennt sko Núna þetta 4 ára seinna, 2004, 2005 og menn að tala að, þú veist, nú sé þetta hefjast. Þannig að bara, ég vil benda fólki á, ef það ætlar á annað borð að fjárfesta í rafmyntum, Guðanabænum, farið í gegnum myntkaup. Farið í gegnum myntkaup, þetta ótrúlegur innviður sem við eigum hérna Íslendingar. Tekur örfáa mínútur að kaupa þetta í gegn, þetta allt samþykkt að fjármálaeftirlitinu, þannig að hérna eiga örugg viðskipti með rafmyntir. Allir þeir hafi útýst þjónustunni þessa viku og þeir eru bara búin að vera fullir og tróði þessi kampaðunni hugsaði samt sigurinn fyrir þennan þjóðfélagshóp sem að hefur barið rafmyntir á brjósti í núna 10 ár og eins og þú segir, það allir að segja það ekki 10, 15, dröru Þetta komið í fokkin 100 Þetta eru hugsjónamenn sem hlæði í dag Þetta eru HSHD sko Og líka bara á þetta því að þetta eru ég ætla ekki að segja utangarsmenn en upp á það hvað eru búin að þurfa að slást í umræðu Þetta eru alveg menn sem að hafa fengið Buffet, seðlabankastjórar Þetta eru menn sem að hafa fengið hnefana í andliti sko Og núna eru þeir bara með flöskur svo langt upp í yðrónum á sér að sko að þeim sama þeir sitja ofan á þeim bókstaflega það bara þeir eru farið inn á myntkaup.is þakkum þeim fyrir samstarfið en já, þetta er áhugavert að sjá það var áhugavert að vakna hérna í gærmorgun og sjá þetta, ég trúði þess ekki Já, heyrðu þau, og taka eitt afsökunarhorn hérna Hvað nú? Já, ég reyndar hef ekkert afsaka en hérna, það er svo langt sem við tókum þátt síðast svona við tveir hérna, alvöru föstaskaffi dembi okkur hérna alveg þeldökkum baunum og titrandi og
Hvað? Nei, bara áfram, þetta er alveg þélt okkar bönir sko. Já, það er við, þú veist, maður er með skjálta á þriðabóta sko. Já, ég veit það sko. Aðeins svo mikið. Tók 3 í morgun. Já, sko, eitt hérna, við vorum með þáttum Eik daginn og ég sé strax eftir að hafa kallað á kjöti karrí. Já. Eik orðið bara eitthvað mest sexy dæmi af fasteignafélagum, Heimar enda líka sexy. Við þurfum ekki að geta. Þannig að ég ætla að leiðrétta það og jafnvel að tala yfir þáttinn og setja hann aftur inn og segja að þeir eru svo bratwurst og bjór. Þetta er bara orðið rock fucking solid. Það lítur vel út. Það var að koma hérna að þeir voru að breyta arðgreiðslustefnunni úr 50% í 75% og við 75% af hagnaði? Já, af hagnaði. Okay. Þannig að þeir eru bara að fara að pumpa út þegar við tókum upp þáttinn, hvað er 6 vikur síðan eða eitthvað? Þeir eru ekki 1,5 mánuði. Lengra. Þeir voru í yfirtökuferlinu. Hvað var aftur yfirtöku? Þetta verið í byrjun okt sem við vorum að Já, en hugsaðir, sko, yfirtöku tilbúið var það ekki á 11 eða 10. Minn er Það er í 13,8 núna, þannig að hlutar þar sem seldi ekki eru hlæjandi. Fyrir auðvitað Það var óvinni mikið að liða að selja þarna kringum þetta? Nei, eiginlega bara ekki neitt, sko. Þau náðu ekki eins og 33% í... Já, þú veist, óvinni mikið að sinna að þetta var eiginlega orðið herra á einhverjum tímapunkti þegar fólk var að selja á, þú veist... Nei, það var eiginlega bara engin sala. Já, mennar. Menn voru búin að kaupa yfirtöku gengi. Þetta var komið upp í 11 komið eitthvað. Allavega, fyrir mér er Eik dag, bratwurst og bjór, ekki kjöti karrí. Finnum einhvern annan en það. Sýn, við vorum með þáttum Sýn. Hvað ætlar að afsaka þar? Ég ætla ekki að afsaka neitt. En ég fekk samt strax sent frá einum Djöfsa sem að þekki til. Erum við ennþá með Run to the Hills? Hvað er að gerast? Já, það er bara vinstri-stjórnin. Við spilum þetta ákveð til hún er farin, sko. Ég er að fara til fjalla, sko. Hérna, einn hérna sagði alltaf léttir og skemmtilegir, hann hérna með þér, Perrin, ágætur. Ekki rétt hjá að fjölmiðla hlutin sé byrði á félaginu. Það er ekki rétt. Nei. Og ég hugsa að sennilega er það rétt. Kannski er það stór orð að henda fram. Enga síður. Þá er samt stóra play að losa þetta, held ég. Og já, ég minna stóra play, þú sást að þetta var nú bara til sölu fyrir árunu. Já, akkurat, og í kynningunni var verið að skoða aftur að selja þetta. Þannig að ég trúi ekki að þau sé að selja frá sér út í þetta svo arbært, sko. Því að reksturinn leita ekki sérstaklega vel út. Þannig að ég ætla að vera sammála. Það sem við sáum í ársreikningnum var að auglýsingasala var búin að aukast ansi vel á milli ára, sko. Samt ekkert á við billboard. Nei, en þú veist, enga síður, þá var auglýsingamarkaður bara í ágætt svingi þetta ár, sko. Hann er það, það er ægilega og það er náttúrulega svona aðal tekjustóðin, sko, fyrir utan áskriftinnar í þessum, hérna, veist, þetta aðal tekjustóðin til dæmis í útvarpinu. Veist, þeir eru bara auglýsingar, sko. Já, rétt. Svo er sjónvarpið náttúrulega bara áskriftasala, meira og minna. Og auglýsingar, það er hybrid. Já, þannig að, ég veit ekki, ég held að, þú veist, ef þetta væri bara fjarskiptafélag eins og Nóa, þá væri þetta meira lín. Albara, en fleiri sammála fleiri fyrirtæki sem að Skylagoon. Já, hvað ætlar að byrja Mér langar bara að segja Skylagoon týndist hérna dálítið í kosningabaráttunni. Gott fólk. Ég ætlaði bara að biðja fólk að spóla eina viku tilbaka í þessu lífi. Hlusta á Skylagoon. Þætti séns. Við hefðum ekki átt að sitja inn í lofti degi fyrir kosningar. Þetta voru bölvuð mistök. Þetta er eiginlega nettasti ásetningaþáttur sem hefur ekki fengið umfjöllun hjá okkur. Ég heyrði þetta frá fleirum sem er að gefa út svona 5. fösti laugardegi, hérna hlaðvörpum. Það er bara 30% dropp í hlustunum, sko. Já, nema og sért bara stjórnmála eða eitthvað. Þetta voru bara stjórnmála podcastin átuð þetta upp, sko, þessa viku. Eitt annað, ég ætla að droppa því vonandi helgina, annars byrju næstu viku. Það er eitt áhugavert sem kom ekki fram hérna í þættinum, en hlustið samt endilega á þáttinn. Skylagoon er í eigu hérna fyrirtæki sem er á markaði í Bandaríkjunum sem heitir Viat. Og það sem ég tók bara eftir þáttinn er að Viat sem er skráð á markaði uppistendur af svona attractions eins og Skylagoon sem þau eru að byggja eða kaupa, skíðaliftur einhver starf í raskati og þú veist bara svona location og gististarfsemi. Og þau eru að selja gististarfsemina bara eins og sína að selja fjölmiðlahluti. Bara út úr verstunum. Já, heldur 46% af veltu félagsins. Þannig að það sem stendur eftir er að Skylagoon gæti orðið einna burðarstólpunum í félaginu. Og í þættunum minnum við að reikna að ef verðmæti á keldunni og marka er eitthvað marka, þá væri Skylagoon 13% af verðmæti félagsins. Þannig að
mínir hugreikningar eru bara að Skylagoon að verða heldur stór hluti af þessari samstæðu. Orðin bara algjör risi á stundum tíma, þetta ótrúlegt, bara eins og ég segi, hvet fólk bara til að hlusta þáttinn. Já, það var skemmtilegur og fyrir okkur brjálaðar tölur annars sko. Erum ekki fjárfestar í stóðum eða höfum aldrei fengið að kaupa í Bláa lóninu. Þetta ykkar tækifæri til að kaupa í Skylagoon. Gerir ég samt eigið dúdil, en mér finnst það mjög áhugavert og ég spotta ekki fyrir eftir þáttinn að þetta það bara að lokast núna, salan á hinu. Þetta endur alveg frekar svæsni margkvaldar á þessu. Það áhugavert. En það kassa á leiðinni og þarna getur maður tekið í spaðan og Skylagoon. Ég myndi gera það ef mér gefist tækifæri til. Já. Herru, þetta Já, ertu með eitthvað? Launasjóður listamanna. Það var að byrta úthlutun hérna í gærmorgun. Já. Andri Snær Magnason, 6 mánuðir. 6 mánuðir. Það ekki einhver vill að það? Ég veit ekki, já þú veist, ég meina sko, við höfum nú nefnt þetta áður og ég veit ekki hvort þú hafi séð fréttirnar sko. Hvenær gaf hann síðast út bók? Sko, hann gefur tíman og vatni 2019 og það hefur nú ekkert komið síðan. Já. Og hérna, sko. En honum til vorkunar, var ekki einhver sem að var í fjölmiðlum í vikunni sem að var búin að vera að gera eitthvað fyrir listamannlaun og var bara ekki að selja það eins? Jú, það var hérna, ég man ekki hvað hún heitir en hún var í viðtali á miðvikudagskvöldið Þannig að bara fæn, Birgitta Haugdal, hardugleg, 2 barnabækur á ári, síðustu 10 ár, ekki listamannalaun, sumir þurfa bara 5 ár á fullum launum og það kemur ekkert. Maður veltir þessu fyrir sig sko, því að þessi ágæta kona, hún er búin að vera að mála, situr á fullt af verkum, búin að reyða sig á listamannalaun heillengi. Hvað heitir hún? Ég man það ekki, en ég sá á X, það var verið að posta einhver svona Facebook-grúpu kommenti frá henni, því að það var einhver að hvetja hana. Þú veist, því hún var að spyrja hvað ætti hún að gera fyrst hún var ekki að fá listamannalaun. Þá kommentar einhver, endilega opnaði bara upp á gátt til þín, ég meira sem með screenshot af þessu. Já. Skulum bara hérna, maður sjá, ég ætla að lesa þetta bara. Já, hún heitir Hulda Viljánsdóttir. Hún kommentar hérna, loka vinnustofu og fela listaverki mín, guð, rétt fyrir jólin, var að hugsa að sleppa að sækja frekar hefði ég átt að sleppa því að sækja listamannalaun, er niðurbrotin listakona, guð, hvað á ég að gera, er svo þreytt á þessu niðurbroti að vera aumingi. Þá svarar hérna einhver, takkar hann og segir, opnaðu vinnustofun upp á gátt og seldu mögnuðu verkið þín beint frá bíli. Og þá svarar hún, á svo erfitt með að selja, ekki mín sterkasta hlið, langar í frið til að skapa, erfiðir pólar að mætast, stundum með maður að gera skrítinverk sem enginn skilur, lifi málverkið og pönkið. Þannig að hún er pönkari, það er nokkuð ljóst, en maður velti fyrir sér sko, þú veist, auðvitað er þetta viðkvæmt jafnvægi, sumir eru bara einhvern veginn, það sem maður kallar bara fæddir listamenn, vilja bara gera eitthvað og ekki fyrir neitt pening helst, en bara nóg til að framfleyta sér sko. En hún er margvelunuð, þessi ágæta listakona. Það er bara fínustu verkefni. Og ég bara myndi, þú veist, ég held að pingjan bara hvetjana til þess að opna dyrnar og selja þessi verk. Bara hýra í Átna, Gallery Port. Já, þú veist. Bóka eina viku og seldi þetta bara. Ég held að ýmsar gáttir munu opnast þar. Ágæta Hulda. Þannig að hérna, en þú veist, auðvitað er maður kannski orðin þreyttastur í þessu og að sjá sama fólkið vera að fá listamannalaun en gefa ekkert út. Þú veist, hún allavega þó er að gera eitthvað, skilurðu. En svo eru bara sumir og þetta er svona, þú veist, svo tók ég eftir sko Sigríður Hagalín, hún er að fá 12 mánuði. Já. Og hún er alltaf fastur á henn hjá RÚV, sem er auðvitað önnur ríkisstofnun. Hvernig hérna, þú veist, eru einmitt þessi listamannalaun ekki hugsuð til að framfleyta fólki sem hefur ekki vinnu annað en það sem að það er að gera? Jó, þetta er bara alveg frábært. En sko ég meina Sigríður Hagalín, ég hef lesið eftir hana, bara mjög góður rithöfundur, það er ekki það, en sko, þú veist, á einhverjum tímapunkti hætta rithöfundar að fá, þú veist, ég held að Arnaldur hafi verið á listamannalaunum á einhverjum tímapunkti. Svo náttúrulega fer hann bara að selja og fyrir mér væri svona, hvað segir maður, ætti hugsjónin að vera svo að nýta þetta þegar þú ert ekki á launum annar staðar. Svo þegar þú ert farin actually að selja þetta, moka þess út, jável í bílformum, þá segir þú takk fyrir mig. Alveg klárt. En þú veist, það er ekki svoleiðis. Það er eiginlega bara vanvirðing við aðra líka að segja ekki um vinnunni og dedikata sig. Já, þú veist, hvað veit maður hvort að Sigríður Hagalín sé að fara, þú veist, hætta á RÚV eða hvað það nú er? Ég held reyndar að það hefur bara strax komið frétt að hún ætla að stilla launahlutfalli af.
Nei. Jú, ándjóks. Já, þannig að hún verður held í 33% vinnu. Er það ekki að djóka það? Ég held ekki, sko. Ég held ekki að lesa þetta á þann, maður sjá, skrifa Sigríður Hagalín. Ég er ekki búin að sjá þetta, sko. En allavega, en svo þetta dæmin rithöfunda bara eins og Ragnar Jónas. Hérna þetta, verður ýmist í leyfi eða hlutastarfi til þess að þetta skerðist ekki. Já, ok. Já, til þess að svona leikum að sér á ríkispennarum. Þannig að þetta er ekki svona, þetta er ekki gert svona til að, bara svona, hvað segir maður, í virðingarskyni, þetta er gert til að vera ekki skert. Sko, ég held að megi ekki verið meira en þriðjungshlutfalli, þannig að ýmist í leyfi eða vinn undir. Já, en ég menna, þú veist, svo tökum við dæmi, ég menna Ragnar Jónas, hann hefur held ég aldrei þegið listamannalaun, hann gerði þetta meðframvinnu. Já. Og svona, en þú veist, við erum ekki öll byggð eins, en eins og ég segi, ég hef alltaf talað fyrir listamannalaunum upp að einhverju marki, en þetta er farið að þreyta mig þegar maður sér einhvern þykja þetta ár eftir ár og gefa aldrei neitt út. En það er líka bara eins og kröðunar eru strangari kringum allt annað frá Rannís þegar þú ert að fá styrki og annað. Af hverju er ekki frammistöður þarna? Því að það er fullt af eins og bara myndlistamönnum sem að gefa út heilan helling og selja. Og mér líður eins og myndlistahópurinn sé bara að hverfa út úr þessu, sko. Er eitthvað það margir myndlistamenn? Skal ekki segja, sko. Ég rendi nú ekkit yfir alla listan þannig, sko. Ég hef ekki nefnt að blanda mér í þessa umræðu mörg ár held ég. Þetta er bara sama afstæða á fyrst, sko. En herðu, með okkur í dag, þetta er rentapartí. Já. Er ekki að koma jólapartí? Það er að koma jólapartí. Eða eitthvað svona smá tjútt sett á celebration fyrir okkur með rentapartí. Þú vilt alltaf fá einhver lög hérna. Já, það er, fólk hefur gaman að því. Já, maður sér þetta ekki hér. Fyrir jólapartíð, fyrir áramótapartíð. Rétt. Það held ég rentapartí, farið inn á rentaparty.is, kynnið ykkur málið. Heitast í dag myndakassar, þið þekkið þetta. Hljóðkerfi, hoppukastarlir, barnaafmæli. Fáiði myndakassan á jólahlaðborðið. Bara fyrir fyrirtæki. Rentapartí. Ég myndi líka, það væri gaman fyrir áramótapartí. Neonskiltin er heitt. Já. Þú ert svona neonkall. Já, ég er gaman að neoni. Já. Ég er mjög hrifinn af því. Skiltið Bubbly Bar. Já, þessi skilt er að koma mjög heitt inn núna, sko. Skvísumynd á Insta. Já. Eða Dirty 30. Dirty 30. Það er svolítið gott líka. Það held ég, við þökkum rentapartí. Þetta hérna myndi ekki vendast vel í þínum vinahóp. Please don't do coke in the bathroom. Hvað, það var rugglaður á. Það sem fyrir hvetji hlustendur til að taka ekki marka orðu mynda hérna. Ertu ekki Pepsi-maður? Já, ég er mikill Pepsi-maður. Heyrðu, já, rentapartí, við erum með þetta allt. Já, ekki spurning. Sko, ég við líka minna á hafið. Þú last þetta bara upp. Já. Þetta er svona eins og að láta einhvern slaupu við þröskuld á 1. apríl. Ég hef ekkert að fela í þessum efnum. Nei, ég sagði vinni. En ég var að djóka. Já, ég vil benda fólki á síldina í hafinu. Já, rosalega. Jólasíldin, vínrauð og fín. Ógeðslega. Eða hvað, fjólublá eða svona bleik, hvernig? Sulliðis á lúksusrúbrauðið. Já. Ég sitt ekki smjör, margir sitta smjör. Herru, ég vil reyndar... Nóga gumsi með, laukurinn, piparinn. Ég vil reyndar koma með bara ábendingu. Eða að fá ykkur plokkara, fáðu ykkur Bernes. Fáðu ykkur fucking Bernes með blokkfisnum. Ég sé þetta. Þeir plötuðu mig í þetta. Ég baði fyrst helming, bara settu á helmingin. Og það verður ekki aftur snúið. Nú fer ég alltaf í fullan skammt Bernes, sko. Þetta eru bestu sölumenn á landinu. Já, ég veit það, sko. Og ég held ég að sagt það áður, sko, ef að þau myndu opna svona sælgætisbar, þjóðin væri komin í 60% fitu bara strax, sko. Þetta á blandi póka verið 200. Viltu ekki 400 kall? Einmitt, sko. Þetta eru rosalega í hafinu. Þjónustan er góð, afgreiðslan er hröð. Hún er afbragð, sko. Síldin er frábær. Hörum með þetta allt. Já, þökkum hafinu kærlega fyrir. Herðu, sko. Það er spurning, eigum að klára mig af eða? Nei, byttu, ég er með eitt enn hérna, allavega. Sko, Gunnars. Það er lóksins selt. Já. Þetta er náttúrulega búið að vera algjört hafari. Við fjölluðum fyrst þau hérna, fyrir hluta árs 22. Einn okkar allra besti þáttur myndi einhver segja Gunnars og leynilögin. Kannski með fréttum leynilögina hérna á eftir. Já, þau eru búin að vera einhverju fastegnabraski hérna. Eitt samt sem að míga utan í skel. Þú hefði nú mátt preppa mig fyrir þetta. Já. Manstu hvað Gunnars Majónes heitir á fyrirtækið? Hérna Það er nefnilega sko mín pæling er núna. Hvernig vegnar fyrirtæki sem er í söluferði svona lengi?
Já, missur dampin og ert bara, heyrðu þetta fokkin sökkar. Þau hafa þannig að skipta umbúðir á meðan, held ég. Aha. Já, ég held það. Eða ertu bara í gýr þannig að þú ert búin að selja bara, heyrðu það engin auka kostnaður, við þurfum að vera með EBIT-in alveg í fokkin maxinu. Ég veit ekki sko, þetta allan að Gunnars EHF bara. Okay. Ég kíkja á þetta. Ég held við höfum farið yfir ársending 2001 sko, það hefur nú eiginlega bara allt farið niður á við síðan þá. Já, ok, þannig að Sölufelli ekki hafa góð áhrif. Nei, sko maður veit ekki, en Shit, þetta neikvæð EBIT. Ég vil meina þessi þáttur er þá relevant í dag, því að hann var eiginlega meira bara svona, þetta var bara saga. Ég hef aldrei undirbúið mig eins mikið fyrir eitt þátt eins og Gunnar sko, ég bara komst dýbra og dýbra ofan í kannuhóluna sko. Já, en það hefur kviltaði bölvun síðan þá. Já, vissulega, og einmitt, en sko, hvað var það Gunnars, við náttúrulega þekkjum, eða svona, þekkja þetta ekki allir, en svona fljótlega eftir að þátturinn kemur út, þá fer Gunnars í söluferli. Það var ekki söluferli. En það nást samningar kaup þarna fljótlega eftir það við sem sagt KS, Kaupfélag Skagfirðinga. Og eins og frægt orðið gaf Samkeppniseftirlitið út 130 blaðsíðna skýrslu sem lá til grundvallar fyrir höfnun hérna kaupin. En núna eru bjartari tímar, Millan Ora er búin að festa kaup á sósurisanum. Já. En aðtugaði samt með fyrirvarum samþykki frá Samkeppniseftirlitinu. Hvað það er örugglega. En nú veltum að þið fyrir sér sko verkferlinu sem fer í gang þar. Þú veist, á að fara að skrifa aðra skýrslu eða eru þau kannski bara úrvinda eftir síðustu skýrslugerð? Já, eða þú veist. Hvernig líður líka seljandum að skrifa undir með þennan fyrirvara bara? Þetta er eins og skora í fótbolta í dag og það kemur var. Já, en munurinn er að þetta tók 7 mánuði, skilur þú veist, það lágu þarna 7 mánuðir frá tilkynningum kaup KS og þetta neitun kom út sem er svona kerfislega ekkert eitthvað svona allt og langur tími maður heyrir oft 2 ári eða eitthvað skilur en fjandinn hafið það 7 mánuði fyrir sósuframleiðanda sko sem velti 400 milljónum með það fullmikið og 130 blaðsíður kannski spurning hvort það hafi verið eitt og miklu bleki í það sko en við vonum allavega vonumst til þess að þetta fari í gegn í þetta skiptið. Verður ekki að kaupa eitthvað nettar í hirtnatól hérna? Þetta er eitthvað skrítið. Ég er alltaf með þessi sko. Hér í lóu, fá eitthvað frá Origo. En herðu, já, þar með ég hef nú ekki mikið meira að segja um þetta nema bara ég vona að þetta fari í gegn. Taktu mig í gegnum þetta. Arnar, þú ert framkvæmdastjóri Gunnars Arnar, heyrðu, það er komið kaupandi 500 milljónir fyrirvari frá Samkeppniseftirlitinu. Geturðu fagnað það? Hvernig líður þér? Það þarf greinilega alltaf að gera eða þú veist, maður velti fyrir sér sko þú ert ekki að hlaupa nakin niður í verksmiðju á baði og majónesi sko. Þetta er bara, þú getur ekki fagnað. Hvað er þessi markaði stór? Bara dauður einan. Það sökti mér ekki beint ofan í þessa skýrslu sko en fjandinn hafið þetta eru sósur sem selja fyrir 400 milljónir á ári sko. Gunnars og þeir eru sko ég veit að þetta er náttúrulega bara Finnsson og Gunnars sem eru Já, svo er verið að flytja inn Hellmanns og eitthvað eins og kemur fram í innesþættinum okkar Ég kannski segja frá því næstu 2 þættir eru ásetningaþættir Svo verðum við með lítinn svona jóla uppgjörsþátt 27. desember Já, svona áramóta meira kannski svona Já, hvað var aftur svo kallaði framkvæmdastjóra? Nei, ég segi ekki neitt ég verð ekki með þetta Ok, skemmtilegt Nógu gott Svo er ég það er 2 fréttir úr búðum Dominos það er þriðjudagstilboð, það er að hækka upp í 1500 ég vil samt taka það fram að raunhækkunin er samt undir verðlagsþróun hún væri á 1800 kall í dag hún hefði fyllt verðlagi þriðjudagstilboð þar að segja ég er ekki mikið er þetta ekki þriðjudagstilboð? Jó. Ég held ég hafi aldrei pantað þetta Hæ? Sorry Ég held ég hafi aldrei Íslandsmet Já og þegar ég sá fréttina, ég hugsaði bara er þetta komið í 4 og 5 eða svo sá ég 1500 kall og hugsaði bara, yfir hverju er fólk að væla Var einhver að töðu yfir þessu? Já, það er náttúrulega alltaf einhver sem gerir það Endalaust væl hérna En sko, svo var önnur frétt sem að Dominos hérna og sem varst áhugaverð því að Dominos fyrirsögnin er eftirfarandi Dominos á toppnum með 6,6 milljarða veltu Herðu Og svo kemur hérna, Dominos á Íslandi er stærsta veitingafyrirtæki landsins með veltubótaflega 6,6 milljarða, svo sem ekki nýtt þarf við vitum þetta. Dominos er bara algjört skrimsli á þessu markaði. Hins vegar. Það eru 16 tómur, það má segja það. Já, í öðru sæti 14 tómur KFC, 5 milljarðar í tekjur 2023. Vá, rjúfa 5 milljarðar múri. Já, það er stórt. Herðu,
Þriðja sæti. Veistu hvað það er? Subway. Lagardère Travel Retail. Isavia. Lagardère. Hvernig byrjum maður þetta fram? Lagardère, já. Lagardère Travel Retail EHF. Ég er samt ekki spes að taka það inn í skyndibita. Jú, mér finnst það svona hver var þetta? Siggi Gunn eða? Hvað segirðu? Hver var með þetta? Þetta er Viðskiptablaðið. Það var okkar maður, Siggi Gunn. Þau eru að velta 4,1 milljarði. Þannig að mér finnst áhugavert að taka það inn í þetta sko. Það er lítið samt með að við hvað fyrir gegnum flugvöllin maður. Já, það er náttúrulega samansafn af bara Já, það er bara einhver skyndibitasúpa. En það er nánar fjallað þetta í veitingastaðabók frjálsrar verslunar fyrir ykkur sem hafi áhuga á því. Já. Herðu, á ég að gefa þér orðið kannski hérna? Herðu, ég held að ég er búin að býða þessu helviti lengi. Það er Market Breakdown, búið Símans Pay, OnlyFans. Já. Ég veit reyndar með kortið frá Símans Pay, þá limitar mig eftir klukkan 8 allar helgar og þegar ég er erlendis, samt veit ég að þú ert með svona 40 OnlyFans akkánta. Ég þarf bara að komast inn í admin bakvorið til þess að komast í það. En veitu, OnlyFans er app eða ekki líka? Eða þú veist, þetta er app í símanum. Ég veit ekki, það hlýtur alveg að vera. Þannig að ég spurning hvort að apparatus geti ekki líka. Já, þeir eru, verður ekki að blanda þeim inn í... Nei, bara, en þú veist, ef þú ert með pælingu, með að gera... Jón Kári sendi að sjálfsögðu á mig. Það átt að koma seinna. Hann sagði, ég vil fá hvað strategy OnlyFans módel er að nota til að ná til Arnars. Já, ok, við skulum förum yfir það eftir. Förum fyrst yfir söguna. Ég búið Símans Pay. Þið þekki þetta. Er ekki líka hægt að dreifa greiðslum núna yfir jólin með þeim? Jú, sko það er fernt sem er með svona efst í huga þegar kemur á Símanum Pay. Það er yfirsýn. Sem er bara, þú veist, stjórnendur hafa bara þessa rauntíma yfirsýn, sko. Það er þessi 40 gangar sem út með. Svo er það númer 2, það er skilvirkni. Og þú veist, við vitum það tíminn sem að fer í flokkun og þetta, þú veist, það er bara tekið á annað level þarna. Númer 3 er öryggi, hérna er rafræn auðkenning á bakvið þetta. Náttúrulega frábært. Og númer 4 sveigjanleiki. Og þú veist, við þekkjum þetta að þú ert að fara á London blautan dinner og þá bara, þú veist, get ég sett heimild á þig. Bara jómman á mándaginn. 10 skall. Jómman á mándaginn. Já, það er bara, það ferði ekki við 10 skall. Veist hvert ég er á leiðinni klukkan 2 þegar tíminn er búinn, þá er bara búið að loka kortinu. Já, það er bara búið að loka. Fjármálastjórar elska þetta. Stjórnendur geta haft bara nákvæma stjórn á þessu. Rétt. Heyrðu, já. OnlyFans. Ég ætla að leyfa þér að giska hvað þetta stofnað. Hvers lenskt er þetta? Kanada. Sko, Kanadamenn eru bilaðir en þeir eru ekki þetta bilaðir. Nei, ok. Ég veit ekki. Eitt samt. Ertu alveg upp í South Park eða? Horfður á South Park? Já, einn og einn þátt, en ég er ekki inn í þessari kræsu, sko. Lýsið sér kannski pínu í mínum húmór að ég horfði á fyrstu 22 seríunar eða eitthvað og hámhorði. Maður er með heldur slæmt, svona slæma upplifun af Kanadabúum út af South Park. Kill Canada. Mást ekki eftir þessu? Ég skil ekki þetta. Ég kann ekki þetta húmór. Þú ert ekki að tengja. Nei, akkurat. Ég sá bara þetta Getur þú sett á eitthvað Best of Cartman? Ég sá einn þátt þar sem hann tók internetið úr sambandi og pappans náttúrulega gæti ekkert kippt í hann þetta. Mástu getið því það? Þú tengdi við það. Heyrðu, OnlyFans, bresk áskriftavita, stofnað árið 2016. Heyrðu hvað ég sagði? Þetta er Brest. Brest, já. Tim Stokely. Félagið var stoppsett fyrir 10.000 pund. Og Tim fekk þessi 10.000 pund. Árið hvað? 2016? 2016, þetta er 8 ára gamalt. Og pappans fjármagnaði þetta. Áður hafði Tim stofnað Glam Girls og Customs for You. En OnlyFans átti að vera miðill fyrir tísku áhrifavalda og áhangendur þeirra. Það var ekkert klámfengi við þetta í byrjun. Og þetta segja að það hafi stórlega misheppnast. Já, býttu. Eða hvað? Og svo er enda líka, hann var líka með síðu fyrir björgunarsveitafólk, svona BDSM fettisíða sem hétt glamworship.com. Ok, björgunarsveitafólk. Mást ekki þegar björgunarsveitin í Kópavogi sett inn hérna. Já, alveg rétt. Það var svona, þetta var svona laumuskott. Það var grín í áramótaskupinu. Hann var semst með Glam Worship, Glam Girls og Customs for You. Hann ákveður að fara úr kláminu og vill búa til miðil þar sem að tísku áhrifavaldar eins og ég veit ekki hvernig er þetta að telja hérna. Gumi Kíró, Elisabeth Gunnars, okkar kona hérna í stúdíónu. Lína Birgitta. Já, að þau getur farið að deila einhverju og þú væri bara að borga fyrir að fá info frá þeim. Það verður vendipunktur 2018 þegar Leonid Radvinsky nokkur
sem átti vefsíðuna MyFreeCams ákveður á stígin á sviðið kaupir 75% hlut í félaginu í gegnum félagið sitt Phoenix International sem móðufélagið eða bara eignarhaldsfélagið í dag. Kaupverðið þekkt eða? Nei, Leonide hins vegar klámhundur og hann setti fókusinn strax á efni sem tengist þínum uppáhaldslit bláum aka not for safe work Ságæði Leonide búin að vera í þessum iðnaði síðan aldamót en það samt ótrúlega lítið vitað hann hefur eiginlega aldrei veitt viðtöl þó kom fram á LinkedIn síðan hans að hann átti síðu sem hét Cybertania og það var svona fyrsta hvað segir maður, svona fyrsti gullpotturinn sem hann datt í referral síða inn á shady klámsíður þar að segja ég ætlaði að spyrja því hvort að þú getur útskýrt þetta betur fyrir okkur með lítil hjálp í þessu þá fórst inn á Cybertania og þar fékkstu kóða inn á læstar held ég bara klámsíður sem voru eitthvað shady og þegar þú borgaðir þar í gegnum kóðan þá fekk hann cut Cybertania Heyrðu? Það svona affiliate program eitthvað Já, allavega Entry Strategy, hann kaupir 75% og hann setur strax á oddinn að ná inn bláu efni Klámhundum Það svo COVID þegar Wuhan Möller byrjaði að læsa öllu og kynlífsfíklar út allan heim þurfti að sækja í internetið af miklum krafti að OnlyFans springur út og það voða lítið byrt tölur þannig að mikið af þessi getgátur en frá mars til apríl 2020 þá jókst fjöldi skapenda eins og það kallaði creators 75% milli mánaða Já og það sagði einni fréttina þau voru að onboarda 6-8 þúsund á dag og 200.000 borgandi per dag þegar COVID að byrja Það sem í rauninni gerist að stripparar, vændiskonur kynlífsfólk, verkafólk sem hafði fram til þess að vera nokkuð frjálst ferða sína var læst inn í herbergi með webcam og stökk allt til og fór á OnlyFans til að greipa sér smá aur á netinu og tekjurnar á þessu helviti eiginlega búin að vera unreal síðan þú byrjar að kaupa þarna 2020 Í fyrra þannig tekjumódeli fyrst Give me the juice Þekkir þú tekjumódeli? Nei, betur, var þetta ekki 20% tóknun sem að OnlyFans tók? OnlyFans tekur 20% öll sem fyrir gegn sem að by the way frekar sturlu prósenta Það sturla hátt Á sama tíma, 2020 þá erum við að stofna Partus sem að hlaðvarpsdótið og við vorum skítrættir að segja 10% sko. og fólk í dag finnst 10% bara galið nema á sért í kláminu þá bara ekkert sjálfsara eldur að borga 20% lútur öðrum lögmálum sko en tekjumódeli semst að síðan tekur 20% og rukkar að sjálfsögðu og sérum allt það í fyrra, samkvæmt ákveðnum tölum þá fóru $6 miljardar þarna í gegn og OnlyFans 75% í eigu þessa manns með $1,2 miljard í tekjur á ári og það var á 20% vexti frá 2022 2024 örugglega stærra 2021 og 2022 greiddi kauði sér bara $500 million í arð Þú veist og ég ætlaði að koma fram inn á það sko brjálaður upp að þér sko að segja hver alltaf að öskra hérna Var þetta það? Já síðan, en sko 4 árum áður 2018 þegar hann kaupir þetta það kom fram að þetta hafi verið a couple of $1 million sem að laus þýðist $2 million Já, en þú veist alltaf eins og þegar fólk segir couple það svona, þetta nokkrar miljónir en hann að borga sér síðan $500 milljónir í arð ég held fyrir 21 og 22 Hugsaður, ef þetta skráð á markað hann á hvað, 75% hlutafé Nei, keypti hann þetta allt 75 Þetta færi á markað Það sturlaður markvaldari á þessu sko Já, sturlaður Hann gæti verið að labba út með kass upp á einhverja miljardar bandaríkjadollara easily sko Ég ætla að koma inn á það síðast en Leonid, vinnur okkar sem í grunninn held ég Úkrænubúi búin að búi í bandaríkjunum örugglega metin á nokkra bjé Hann var líka Úkrænumaður sem að stofnaði WhatsApp Gamla því Nei, það ekki rússi það? Nei, þú ert að tala WhatsApp Ég að tala hann sem var handtekinn í Frakland daginn Það held ég Ég veit ekki Heyrðu, aftur þessu Sko, hann örugglega metin á nokkra bjé Vandamáli fyrir þennan bransa
er að flestir VC sjóðir og annað sem eru uppfullir af peningum venture capital er í vandræði með að fjárfesta í svona félagi út af ESG siðareglum og fleiri að þau bara megi ekki snert þetta þetta er náttúrulega með höfustöðar í Bretland, ég held að sé í Bandaríkjunum í dag þú veist, Bretland er svo sem farið út úr ESB þannig að Nei, ég sagði ESG ESG Þetta er bara ekki partur af einhver svona siðamenningu bara eins og tóbak eða áfengi eða eitthvað sem að kaþólska kirkjan fjárfestir ekki í fjárfestir hún nú í mörgu Top earners, áhugaverðir að Tiga, Black China, Iggy Azalea og fleiri celeb er í raun langt tekiðastu stjórnundar að inni það var líka einhver annar nei, hvað heit hún? Bella Thorne eða eitthvað Það þykist þú ekki vita Nei, ég var að googla þetta á hann Hver er það? Bella Thorne? Ég veit það ekki Nei, ég held sem bara leikona sko Maður er alltaf að sjá eitthvað Þú veist, bara í Þetta er bara legit leikonur og fleira Bella Thorne, já, byttu nú við Þessi er held ég 5. stærsta Byttu nú við Þetta er ekki gert, þú þekkir þess ekki á þínum síðum sko Nei, byttu nú við Í hvað mynd er hún búin að leika? Black China Kannast eitthvað við hana er tekjuhæst, segir hér með $20 million á mánuði á mánuði? Já Jésús Viltu laus? Já, það er bara $240 milljónir á ári það er bara ekkert flóknari það Já, viltu fara á gengi.is og segja hlustundum Ef að fara yfir bara nákvæmlega hvað er í íslenskum krónum Já, ég eiginlega verða að henda engi spretta sjálfum þetta er ótrúlega tala Sko, 20 milljónir á mánuði það eru 2,9 miljardar tæpir á mánuð Þetta fær í efsta skattþrep sko, ég er hrættur um það Já, hún hef vist helviti segið þessu Herðu, þá erum við búin að taka smá intro kannski aðeins að tala um kontroversivers Mikið náttúrulega búið að vera að skrifa hvað þetta er ógeðfellt að vera að standa í þessu Ég held að meðaltekjur að inni séu $130 á mánuði Það eru bara einhver 100 í heiminum eða hvort það var 1000 af sko 5 miljón skapendum sem að ná yfir $100,000 á ári þannig að massin af liðinu eru kallar og konur sem koma þarna inn til að gera eitthvað kynferðslegt og basically bara niðurlæga sig í að fá það ekki tilbaka ég meina hugsaði þér þú heldur á sérst að fara að verða millionaire en at the end of the day eftir að sitja ógeðfellda myndir að þér kannski sem að hvað annað, ef þú ert bara setna á vagnin þá er þetta bara erfiðara, það er nú bara þannig Já, það hefur margt bent á að þetta er ekki easy money, þótt að hljóma alltaf þannig annað sem hefur bent á hérna að passa sig, ef það er einhver að hlusta og hugsa að fara stað, þú ert alltaf beðin meira og meira þú þekki þetta, en það kröfu ári maður það er mikið screenshot, stuldur og leka gagnaður ekki, mjög ábótavant það hefur tölvört að hafa orðið til stalkers Það er að segja bara módelin bara sitju uppi með einhver ógeð Módelin Já, OnlyFans model Verkafólkið og svo er bandaklám Þannig að það er margt varasamt sem á sér staðan inni Að því sögðu, þá vildi Jón Kári fá að vita hvaða strategíur virkar svona best og Apparatus, það er hugbúnaðarhús sem hefur leitt strategíuna fyrir meðal annars Livio-appið sem er frábært Dominos og fleiri frábæra upp hér á landi getur alltaf hýrt í þeim og nú fáum við að kynast þeirri strategíu Ég nefnilega var á Twitter minn uppáhaldsmaður heitir Levels hann var á Bali og var bara að uppljóstra í held í fyrradag að það er eitthvað í gangi sem heitir IRL Prospecting út af því að það eru komin 5 million creators á OnlyFans hvernig skerðu þú úr? Já, þú þarft að vera ansi svona sköpunarglæður Já, og þegar þú ert í samkeppni 5 milljón aðra þá eru góður á dýr IRL Prospecting byggir á henni víðfræðu Girl Next Door aðferðafræði sem þú þekkir svo vel og byrjaði nú þetta gengur, hvað er stóksaman að því? Áfram bara gengur segast út á það að OnlyFans stelpa og þetta er frá Bali þetta er strategía sem er í gangi núna í Asíu sem að mun örugglega koma hingað gengur út á það OnlyFans stelpa byrjar að stunda sömu staðina í ákveðnu hverfi mert sjálfur sér í bak og fyrir þar að segja rækt, kaffihús, út að borða og bara playbooki eins og þú þekkja frá eigum þröngar jógabuxur eitthvað svona sexy outfit þú þekkir þetta nema allstar kemur fram einhver svona hint and clues nafnið allstar svona easter egg svona. áður og veist af
þá eru strákarnir farin að vera pínu forvitnir Býtu ég sá hann í ræktinni, út að borða svolítið hugguleg byrja að googla og prósenta finnur út hver þetta er fyrir OnlyFans og subscriber nú kemur starffræðin hún nefnilega pínu góð og þetta ánáttúrulega ekki við Ísland held ég en á svæði eins og var tekið þarna held þetta að vera í Bali frekar en Tælandi þar sem að búa kannski 100.000 manns á kannski góðum bletti þá þarftu bara 0,1% sign up til að vera með 100 subs þar sem að meðaltekjurnar eru $50 á mánuði með $5,000 $5,000, það bara fínustu mánuðalun ert kannski mánuð á einu stað digital nomadast eitthvað alltaf á sama kaffihúsinu og eitthvað sexy dress sækir $5,000 þar svo ertu bara að fara í næstu höfuborg Earl Prospecting og tjörnin náttúrulega ekkert þú veist, fólk ekkert endilega að fara að hætta bara þú farir ég meina, þú ekki tjörntölur í þessu betur en ég veit ekki hvað það endist en hugmyndafræðin hérna Earl Prospecting í þessu er að þú ert búin að ná einu hverfi, einu svæði þá bara ferði í næsta hverfi og endur tekið leikinn og fyrir fólk sem lifir á þessu þá er þetta víst ein leið til að skara fram úr að öðru leiti þá er ég ekki með meira nema Timothy Tim stofnandinn hann er metinn á $120 million í dag retired, flakkar heiminn hann samt búin að vera greiða sér út 500 milljónir í ár það Leonid sem keypti Timothy Tim stofnaði 2016 og hann heldur ennþá einhverju hluti þegar ekki? Sko hann hætti og hvarf frá störfum 2021 hefur ekki unnið síðan og það var eitthvað hérna estimated net worth er $120 million þú veist þannig hann er með fína þú veist hann leikur á kannski 15-16 jördum 15 hjartar eða svo bara frábært þetta er bara stórgott en eins og þú segir Apparatus þetta er staðan við erum búin að hóta þessu lengi en Apparatus myndi bjóða upp á svona heildarlaust bara við hönnun og smíði og rekstur jável á svona kerfi það er ekki endilega OnlyFans bara svona, þú veist, eða með einhverja pælingar tjekkið þá Apparatus og þau taka þetta allt í gegn fyrir ykkur ég vil þakka þið fyrir þessum umfjöllun og var skemmtileg þetta er náttúrulega erfitt að segja svona hundi eins og þér frá svona reynslu hundur og þekkir þetta inn og út þetta er náttúrulega sko alveg undarlegt fyrirbæri sko bara, þú veist, þetta er prentvél sko algjör herðu, sko ég er nú með, ég veit ekki hvort þú sért búin að taka eftir því en kaupréttir þeir eru ansið hittir í dag við erum með Sín, við erum með Skaga sem að tilkynnti núna í vikunni Síminn, það var vissulega bara stjórnendu þar og þetta, því að þú ert alltaf að tala um að heldur að verði lækkaðir nú fer umhverfið launþegi að vera bara mjög aðlaðandi sko það er hérna og sérstaklega við vitum náttúrulega ekki hvort að vera einirki næstu 4 árin verður eins og að hlaupa bara með steinhellu í vasanum sko. Ég er að segja það sko, við eiginlega hvetjum engan til þess að fara út í einn rekstur ef að þetta gengur eftir allt saman og fara að loka þessu EHF-gati sem er ekki til eins og við fórum yfir hérna með honum Gunnari Úlfars stórgóðu þáttur ef við ekki hlusta á hann en þetta er allavega sko, ég er ánæður ég vildi bara svona, hér vildi ég rósa fyrirtækjum að vera að taka upp á svona hvatakerfi, þú veist, þetta er náttúrulega ekkert annað en hvatakerfi að veita starfsfólki kauprétti Sín og Skagi eru að með sýnist að láta alla starfsmenn að bjóða öllum starfsmennum upp á kauprétt ég held að allir séu hvað Kristrún græta á þessu og verið svona, já þetta er bara fer 3 milljónir inn, 100 milljónir út hún getur lítið sagt sko en já, ég vildi bara svona að dreipa á þessu svo vildi ég líka út af því að sko við erum með celebrationin í gangi og ég vil fagna því að við erum með nýjan samstarfsaðila sem er Brand vörumerkjastofa hér eru við náttúrulega að tala um sko helstu sérfræðingar landsins þegar kemur að vörumerkjum og sko mælingum tengdum vörumerkjum og þetta er náttúrulega sko frekar illmælanlegt fyrirbæri þú veist, vörumerki en nú er Brand búin að sko leggja auðvitað nótt við dag og hefur komið upp svo kallari Brand vísitölu til að fá svona heildar yfirsýn yfir upplifun viðskiptavina á vörumerkjum og þetta gefur ansi nákvæma yfirsýn skilst mér, þetta er góð greining og þau eru sko, þetta er orðið það gott stöf að þau eru komin í útrás þau eru að skala upp vöruna erlendis undir formerkjum Brand Index og það verður spennandi að fylgjast með því sko þýðist væntanlega sem vísitala já,
þú veist, bara erlenda nafnið skilur og þau eru náttúrulega standa á bakvið bestu íslensku vörumörkin sem verða veitt núna held ég 5. sinn á næsta ári. Já. Og nú veit ég til þess að það fyrir að styttast í tilnefningar, við munum tilkynna það meðal annars þegar að því kemur sko. Þannig þetta ekki svona rússnesk kosning þar sem að þið eru búin að ákveða hvað verður vörumerkið Ég var í valnefnd vissulega í ár og ég náttúrulega má ekkert gefa upp hérna svo var ég að kynna þetta í fyrra og hérna Já, þetta er svona hýbrid Já, þetta þú veist, það er valnefnd Já. Alveg, ég held bara 80 manns eða eitthvað, þetta var svakalegu fjöldi af svona þessu, já, helsta liður atvinnulífinu Þetta er líka áhugavert og mér En hvað gerir maður sem fyrirtæki? Þú fer bara inn og ferð í vörumerkja mælingu Já Þetta er bara svo fjartþjálfun hjá Gils Já, nokkurn veginn, þetta er svo einfalt en ég mæli með fyrir öll vörumerki ef þú hefur virkilega áhuga að sjá hvað vörumerkið stendur þá er Brand klálega langbesti viðkominn staður fyrir þig, kælhnustandi Ég ætla líka að segja fyrir þá sem eru með vaxandi fyrirtæki, sérstaklega á neytendamarkaði að það er ógeðslega gaman þannig ég sé svona pínu auðmjúkur að eiga svona niðurstöður yfir nokkur ára Já Það er bara tímabil Já, fyrir nokkra ára tímabil Og þegar ég var hjá Alfred þá var búið að kaupa svona hérna hvað er þetta, neytendavitund á vörumerkinu frá því að stofnað 2014 eða 13 og það er ógeðslega nett að sjá hvernig það hækkar eftir markkópum, hvar þú getur bætt þig og þetta er bara spot on með það Það er eina vitið, þökkum Brand vörumerkjastofu kærlega fyrir samstarfið og bjóðum þið velkomin Sko, ég er með hérna Núna höfum við verið að tala Amarok svona í gegnum tíðina Já. Við höfum verið að fylgjast með þeim hækka bara fyrir framan nefið á okkur Já, því miður Ég held að við höfum byrjað örgla ræðum þau í svona 70 Já. Þetta væri svona álitlegur fjárfestingakostur Jesús Þá aldrei mælt eitthvað með því Við erum náttúrulega óháðir Við megum ekki hvað er þetta? Ég get ekki beðið síðan að Daniel Tórs hérna Tórsarinn, já þarna Hið íslenska Elon Musk hérna bara mætt En sko, við erum náttúrulega óháðir Við erum ekki að mæla með kaupmininu Þetta er ekki fjárfestingaráðgjöf en það er búið að vera lygilegur uppgangur og núna, náttúrulega ekki fyrir svo löngu voru þau að hérna taka bara út fyrsta gullklumpin og vara svo núna bara í vikunni 4,8 miljard króna hlutafjárútboð uppálega var þetta náttúrulega sko áætlað að bjóða út 3,5 miljardar en útboðið var stækkað 37,5% í ljósi 60% umfram eftirspurnar og upp í 4,8 miljardar þannig að þetta eru helmingur erlendir fjárfestar þannig að sko, svo var held ég held að var ekki Landsbankinn búin að sölutryggja einhvern 1,5 miljard eða svo frekar en Arion nú man ég ekki alveg sko en það hefur verið að auka hluti félagsins 32 milljónir og það er 8,1% af útgefnu hlutafélagsins og núna eru þetta alltaf að fara í ganga þetta hjá Amarok og sko ég vil því að sumir eru svona ferlaperrar þeir átta sig ekki á því hvað er að gerast þú ert alveg svona ferilsperri þú veist, eru þeir bara að taka grjótið þarna úr og brjóta þetta niður sjálfur og sjóða þetta og púsa þetta og selja þetta aldeilis ekki Nei, já Það var mjög leiðandi spurning, ég held ég ætti að svara Já, þú veist, ég meina myndirðu halda það, að þeir var að sjá allt þetta sjálfur? Nei, ég nefnilega sá daginn, þeir eru konum með samning við einhvern sem selur þetta ekki Já, heldur betur, þeir eru með, sko, það var tilkynnt þetta voru miðan nóvember, sölu samning við Oramet International þar sem, sko, í honum fælst að Oramet er að kaupa allt gullið sem er framleitt þarna í Nalunaq gullnámu félagsins á Suður-Grænlandi þannig að hér er búið að í rauninni þú veist, sölu tryggja allt gull þarna sem fer út er keypt af Oramet og sko ef við skilum þess að keður rétt þá verður þetta þannig að klumparnir verða sendið til Sviss til Metalor Technologies SA sem sérhæfir sig í mati og vinslu góðmálma í vinslustöðu sinni í Zúrich í Sviss þannig að sko og þaðan er rauninni gullið keypt fullunnið af þessu Oramet fyrirtæki þetta er hrikalega spennandi og þetta er eins og ég segja sko Amarok er fyrst og fremst eins og maður myndi kalla framleiðandi eða þú veist þeir náttúrulega grafa þetta upp svo er þetta sendt og púsað, gert fínt svo keypt af þriðja félaginu Svo bara beint á hringin hjá þér beint á hringin hjá mér, þannig að ég er fjórði aðili en mér finnst þetta aldrei skemmtilegt að sjá og það er allt búið að í rauninni sölutryggja þetta bak og fyrir þannig að allt sem þeir grafa upp það er bara
það bara búið að gera samning það verður keypt. Áhugavert. Þetta stór skemmtilegt, ég bara ætla að ganga svo langt og óska Amarok til hamingju með þetta spennandi verkefni. Við erum að missa stúdíóið, ég að fatta það núna. Já. Þannig að við verðum að kveðja í dag. Djöfull, ég hef með nóg eftir hérna. Vinstistjórnin að koma. Viðreisn í vinstistjórn. Kæru hlustendur, við verðum aftur með ykkur. Við verðum aftur með ykkur næsta föstudag. Þá erum við með múrbúðina. Það verður góður þáttur, ég get lofa því. Já, það kannski hljómar illa en það verður góður. En þangað til vil ég minna alla að fara inn á bamboo.is og bamboo.is, setja pingjan 20% afsláttur, bestu sokkar heims. Rétt. Fleira var það ekki. Sjáumst á föstudag. Góða helgi, bye bye.